Mér það, já, náttúrulega bara stór leikur framöndan hjá okkur við Króatana. Það verður annað eins verkefni eins og undanfarin tveir leikir. Já, algjörlega, bara hörkulið sem við að mæta, vel mannaðir, bæði varnarlega og sóknarlega og með góðan þjálfara líka. Og náttúrulega að spila á heimavelli, spilum í stóru og góðri höll og að vera læti og þetta verður skemmtilegt. Það er gaman að þessum slags máluleikjum. Já, það fylgir þessu algjörlega og sérstaklega þeirra og við erum bara okkur er búið að takast það núna í síðustu 3-4 leikjum að vera bara alveg mjög þéttir og alltaf tilbúnir til þess að hjálpa næsta manni og þá lítur þetta betur út og þetta verður einhvern veginn bara auðveldara. Já, það hefur náðust upp einhver svona, sérstök stemning innan þessa hús og maður sá það í gær og það var ekki tilviljun það sem gerðist í Slóveníuleiknum. Nei, já, það má alveg segja það, ég meina bara, við erum líka bara, eins og ég hef sagt oft, bara hörku góður í vörn og spilum þetta vel og erum vel undirbúnir og vitum nákvæmlega hvað er að koma í hvert einasta skipti nánast, sko. Og svo er þetta með þessi, næsti maður tilbúin að leggja meira á sig til þess að hjálpa næsta og þá myndast þetta, þessi geðviki og þessi brjálæði og þegar hún er til staðar þá held ég sé helviti erfitt að komast í gegnum okkur, sko. Allavega svona, já, það er alveg og svo náttúrulega erum við með einn Viktor á baki okkur sem er ekkert slæmt heldur, sko. Nei, það er náttúrulega sýnir sig að þegar markvarslan er góð á mótum og þá hangir það saman með árangurinn. Já, algjörlega, það er alveg hárrétt hjá. Þannig að bara að gera, að halda þessu áfram, bara mæta tilbúnir og vel gíraðir í leiki og tilbúnir að gefa aðeins meira af sér heldur en mótherinn og þá líður manni strax betur með það. Gróðinni standa náttúrulega fyrir sömu spórum, þeir vilja verða að vinna til þess að eiga eitthvað möguleika á sæti í 8 úrslitum og þið getur farið að tryggja ykkur í þetta þannig að þetta verður hrikalegu leikur. Já, auðvitað. Já, ég meina við bara leikur á morgun og þegar þú klæðist í sigurlandstreyjunni þá bara það er ekkert annað í búið en sigur og það er bara okkar markmið. Það breytist ekkert og það er væntanlega sama hjá þeim. Þannig að þetta verður bara hörkuleikur frá fyrstu mínútu. Menn eitthvað fannir að láta sig dreyma framhaldið? Nei, leikur á morgun, númer 1, 2 og 3, alveg saman allt annað. Eins og staðan er núna, þá erum við bara hefði undirbúning fyrir Króatana, mætum bara eins vel og mögulega hægt er inn í þann leik og stefnum á að vinna leik eins og alltaf.